Ég meir 2-0 tapirna á ÍR-vellinum, bara svona tilfinningin beint eftir leik. Já, alltaf svekkjandi að tapa en við áttum ekkert skilið út úr þessum leik. Mér fannst Írland miklu betur en við. Og mér fannst eiginlega bara í seinni hálfleik eitt lið á vellinum og við vorum ekki tilbúnir í þessi grunnatriði sem maður þurfa að vera til staðar þegar fótbolti er spilaður og það versnaði bara þegar leið á leikinn. Eftir annað markið þá bara hendum við inn hvíta handklæðin og þessi leikur var svolítið, ég fannst þetta svona að vera leikur sem gæti skilgreint liðið, hvert við vildum fara og hvað við vildum gera, en við kólfjallum á því prófi. Þau komið hérna eftir tap í undanúrslitum í bikar, fannst þér það hafa einhver áhrif á þína menn svona? Það er oft þung æfingavika eftir svona svekkelsi, fannst þér að sjást á þínu liði í dag? Nei, ég meina við lokuðum þeim leik strax og það er bara þannig í fótbolta að þú ert alltaf dæmdur af síðasta leik og við vorum dæmdir af síðasta leik en við skildum allt eftir á vellinu þar og lögðum okkur fram en það var ekkert í staðar hér. Það var svona ansi bitlaust fram á við, þið fóðu Aragrú á hornspyrnum og föstu leikadrifum sem að þeir eru alltaf fyrstir á að skalla í burtu og svekkjandi að skora ekki á lið sem að er ekki búið að halda hreinu nema núna 2 í röð? Já, ég meina það, við vorum aldrei viðugt að spila til 8-9 í kvöld, við höfum aldrei skorað í þessum leikum. Það var kannski lýsandi dæmi leikinn að í lokin á 80 eitthvað mínútu þá fóru 4 ÍR-ingar upp í skallabolta á móti einum fylkismanni og það var einhver fylkismannin á vellinum sem datt í hug að hjálpa manninu sem fór upp í skallabolta. Og við höfum erfiðan leik næsta miðvikudaginn á móti Völsungi og sem hafa verið að bæta sig jafnt og þétt og við þurfum að gera miklu betur og við þurfum að sýna smá hjarta og sýna að við viljum. Það eru 7 leikir eftir þessu venjulega móti, þið eru svona fyrir ykkur kannski 7 úrslitaleikir eða er það bara 1 leikur í einu eins og klísan segir? Já, ég meina það er alveg nóg fyrir okkur, við ráðum ekkert við meira, það er bara nóg fyrir okkur að taka 1 leik í einu eins og ég sagði það eru leikur á móti Völsungi á miðvikudaginn og við þurfum að bara undirbúa það vel og vera klárir. Þið eigið innbyrðisleiki við Aftureldingu og Þrótt inni þannig að þetta er allavega ennþá í ykkar höndum að taka þetta fyrsta sæti og fara beint upp? Ég get ekki hugsað svona langt þannig að ég bara fókusera á hennar Völsungsleik á miðvikudaginn. Glugginn er opinn, eru þið að skoða taka eitthvað inn, eru þið að missa eitthvað? Orri Sigata er ekki í leikmannahópnum í dag, hann var haltur hérna, hver er svona staðan á hópnum þínum? Já, ég meina að Hlynur var í banni, Orri var meiddur og Eyþór var meiddur líka, við gátum ekki látið hann byrja leikinn. Ég svona eftir þennan leik þá held ég að við þurfum að setjast niður og íhuga það að fá einhverja leikmenn. Lítill fugl hvíslaði að mér að grasið hefði ekki verið slegið í dag, fannst þið það hafa einhver áhrif á leikinn? Nei, ég meina fótbolti spilaður á grasi alls staðar í heiminum og af hverju ætti við ekki geta